Þátturinn í lengra lagi í kvöld. Umfjöllunarefnið bæði neytenda og dýravelferðarmál. Eftir að hafa plægt í gegnum 1000 síður af eftirlitsskýrslum dýralækna á vegum Matvælastofnunar stendur tvennt upp úr. Annars vegar það að neytendur hafa verið blekktir árum saman. Brúnek EHF hafa merkt framleiðslu sína sem vistvæna án þess nokkurn tímann að hafa uppfyllt þau skilyrði sem sú reglugerð setti. Matvælastofnun upplýsti ekki það. Hins vegar stóð fyrir dyrum líklega stærsta vörslusviptingaraðgerð sem Matvælastofnun hefur nokkru sinni ákveðið. Ástæðan var margítrekuð brot Brúnekja á lögum velferð dýra og reglugerð velferð alifugla. Tryggvi Aðalbjörnsson, Guðmundur Bergqvist og Ingi Ingason taka við. Í flestum verslunum boðið upp á nokkrar tegundir eggja. Hér eru til dæmis venjuleg búrhænuegg sem kosta tæplega 700 kr. Kílóið. Og hér eru svo brúnegg sem eru töluvert dýrari, kosta tæplega 970 kr. Kílóið. Það tæplega 40% af verðmunur. Enda eru brúneggin vistvæn landbúnaðarafurð. Þetta eru skilaboðin á umbúðunum. Rannsókn Kastljós hefur hins vegar leitt í ljós að það búið að blekkja neytendur árum saman. Þetta hafa stjórnvöld vitað í mörg ár, en hafa ekki upplýst almenning það. Vitund almennings velferð dýra hefur stóraukist á undanförnum árum og áratugum. Neytendur eru í auknum mæli tilbúnir að greiða hærra verð fyrir matvæli sem eru framleidd með velferð dýrana í öndvegi, andstætt við svokallaðan verksmiðjubúskap, sem í eggjaframleiðslu þýðir oftast hænur í búrum. Vistvænt, frjálst, lífrænt, hamingjuhænur, velferðarbú. Þetta eru hugtök sem dynja á neytendum. En hvað þýða þau? Segja má að vistvæn framleiðsla sé millistig milli hefðbundinnar framleiðslu og lífrænnar. Árið 1998 var gefin út reglugerð vistvæna landbúnaðarframleiðslu á Íslandi. Samkvæmt henni eiga varphænur í vistvænni framleiðslu að vera í lausagöngu og njóta útivistar þegar aðstæður leyfa. Hús og útigerðir skulu vera þurr og vel loftræst, hæfilega björt og auðþrífanleg. Ekki mega vera fleiri hænur í hverju húsi en sem nemur 8 á hvert fermetra. Skrá skal daglega fóðurnotkun, varp og vanhöld. Framleiðendur þurfa samkvæmt reglugerðinni að uppfylla þessi skilyrði og raunar nokkur til að mega merkja framleiðslu sína sem vistvæna landbúnaðarafurð. Búnaðarsamböndum, sem eru samtök bænda í hverjum landshluta, var falið að votta framleiðslu einstakra fyrirtækja að undangenginni úttekt. Eftirliti átti svo að sinna einu sinni á ári hið minnsta. Á eggjabökkum brúneggjar segir einmitt að velferð hænsnanna sé höfð að leiðarljósi. Fuglarnir séu frjálsir og svo merkið vistvæna landbúnaðarafurð. Á vef brúneggja bætt betur og sagt að fuglarnir fái ást og umhyggju. Segja má að hjarta starfseminnar hafi frá upphafi verið að teigi í Mosfellsbæ. Brúnegg hófu þar starfsemi árið 2005 í 2 byggingum sem kallaðir eru Teigur og Silfurhöllin. Matvælastofnun hefur eftirlit með velferð dýra og matvælaöryggi og hófað sinna þessu eftirliti 2007. Stofnunin hefur hins vegar aldrei haft eftirlit með vistvænu reglugerðinni. Ef við förum hratt yfir sögu þá koma eftirlitsdýralæknar að teigi á hverju ári 2007, 8, 9, 10, 11 og 12 og gera meira og minna sömu athugasemdirnar á hverju einasta ári. Tökum dæmi. Haustið 2008. Á þessum tíma virðist sem Brúnegg hafi ekki lagt mikla áherslu á að fara eftir vistvænu reglugerðinni, því fuglarnir eru allt of margir miðað við þau mörk sem hún setur. Það var enda lítill hvati til að fylgja reglugerðinni, því vistvænu eftirliti var ekki sinnt. Matvælastofnun miðaði á þessum tíma við 12 hænur á fermetra. Í einu húsinu eru þær þó meira að segja fleiri en það, eða 13,75, samkvæmt uppgefnum tölum frá brúneggjum. Þegar of þéttir í húsum og þá kemur stress. Þegar það er mikið stress og þá brýst það út í svo mörg öðru. Til dæmis það að það verður samkeppni að komast í fóður og þá fara eins og hænur að stökkva upp á bakið á hver annarri og krafsa þar að leiðandi þær hænur og það verður slagsmál að komast í vatnið og það verður sérsagt plokk sem við köllum og það er gogga hvor í aðra. Það verður aukna líkur á að smitsjúkdómar breiðist út og margt annað sem eru afleiðingar af þessu stressi. En hvers vegna miðuðu þið ekki bara við 8 fugla á fermetra eins og reglugerðin sagði til um? Það var kannski tvennt í því, annars vegar var það þannig að við vildum
taka tillit til þess að það sem hænsnaprikk væru og það sem væri varpkassar, þar væri meiri möguleikar gólfrými og síðan var það einnig þannig að það verða ákveðin afföll í framleiðslunni og við vildum setja inn aðeins meira í upphafi til þess að horfa til þess hver væri svona jöfn staða á miðju varptímabili því að hvert varptímabil svona 13–14 mánuðir. Allt þetta og töluvert meira má lesa úr hátt í 1000 blaðsíðum af eftirlitsskýrslum og öðrum gögnum Matvælastofnunar sem Kastljós hefur fengið aðgang að í krafti upplýsingalaga. Gögnin varpa upp dökkri mynd af ástandinu hjá brúneggjum og sýna að árabil hefur mörgu verið ábótavant. Snemma árs 2010 greindist fuglakólera á Teigi, bráðsmitandi sjúkdómur. Veikin átti næstu árin eftir að draga fjölda hæna á búinu til dauða. Ekki eru þekkt dæmi að sjúkdómurinn berist í menn með eggjum. Hún veldur einkennum í efri endunarvegi fugla. Það kemur sviði og bólgur í slímhúð, nösum og efri endunarvegi, vanlíðan og síðan veldur þetta náttúrulega bara dauða. Þegar í mjög slæmum tilfellum að þá getur verið allt upp í 100% dauði. 2011 búið að bæta við 2 varphúsum og allstaðar eru fleiri fuglar en vistvæna reglugerðin segir til mest 14 á fermetra í einu húsinu. Og það má kannski minna aftur á að á umbúðunum eru eggin merkt sem vistvæn framleiðsla. Í þetta sinn, 2011, þungt ammoníaksmettað loft í húsunum og fuglakóleran geisar enn hátt í 2 árum eftir hún greindist fyrst. Þarna eru gömul hús og það sem gerist það að það tók tíma að finna rétta bóluefnið og framleiða fyrir okkur svona að við getum bólusett. Og það var gert og þetta hefur verið góðu lagi síðan. Nú kemur fram í fundargerð frá Matvælastofnun, það er fundur með forsvarsmönnum brúneggja 2012, þá kemur fram haft eftir ykkur að þið teljið það vera of kostnaðarsamt að bólusetja fuglana. Já, það voru sjónarmið sem voru uppi á þessum tíma. En nú það þannig að þetta var spurning dýravelferð. Það var ekki spurning það að eitthvað væri að vörunni eða eggjónum eitthvað slíkt. En við féllumst á þau sjónarmið að láta framleiða sérstakt bóluefni og setja bólusetningun í gang og það var gert. Haustið 2012 segja eftirlitsdýralæknar. Ekki hefur tekist að fá umráðamenn þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir þar að koma upp handlögum í fordyrunum né gera raunhæfa skiptingu milli óhreins og hreins svæðis. Feiknalegur músagangur var í húsunum við skoðun. Gömlu húsin á Teigi eru einfaldlega ekki hæf til að hýsa varphænur. Þeir segja að öll rýmin séu þannig að ekki sé unnt að þrífa þau og sótthreinsa af neinu viti. Á skoðunardegi sást til músa hlaupandi eftir eggjafæribandi. Heilbrigði fuglana heldur ekki sem skildi og fuglakólera fannst enn í sláturfuglum og enn voru of margir fuglar á búinu. Förum bara til dagsins í dag og með það verklag sem við erum búin að setja upp og það löggjöf sem við höfum í höndunum, þá myndi ég rekna með því að við erum búin að grípa inn miklu fyrr. Það má minna á að dýralæknar Matvælastofnunar voru ekki að taka út vistvæna ræktun heldur aðeins hvort lágmarkskröfur væru uppfylltar. Sumarið 2013 var staðan þessi. Almennt verður að telja að velferð og aðbúnaður hænanna sé ekki sem skildi. Hænur í að minnstakosti 2 húsum á Teigi voru veikar af fuglakóleru. Að sögn Kristins eru veikar hænur ekki meðhöndlaðar en þær fjarlægðar þegar þær drepast. Afföll hænanna eru mjög há og hafa þau verið samkvæmt skráningum búsins 50% í húsum 8 og 9. Saurgeymslur húsa 8 og 9 rúma ekki það magn saurs sem verður til á líftíma varphænstanna. Á skoðunardegi var saur komin upp úr grindum á ákveðnum stöðum en þá áttu varphænuhóparnir eftir að minnstakosti 2 til 3 mánaða veru í húsunum. Það getur ekki talist ásættanlegt að veikar og eða slasaðar hænur séu ekki meðhöndlaðar en þær þess í stað fjarlægðar þegar þær drepast. Í 3. grein laga dýravernd segir meðal annars: eigendur og umráðamenn dýra skulu fylgjast með heilsu þeirra og gera viðhlítandi ráðstafanir til að koma megi í veg fyrir vanlíðan dýranna. Út frá ákvæðum laga dýravernd verður að teljast óásættanlegt að svo mikil fjöldi fugla sé settur inn í hvert hús í upphafi og að loftræstikerfi ann ekki loftskiptum. Ástandið virðist alvarlegra en nokkru sinni fyrr. Matvælastofnun segir því hingað og ekki lengra og sendir brúneggjum bréf til að reyna að knýja fram úrbætur. Veikar og slasaðar hænur verði að fá viðeigandi meðhöndlun. Ef ekki hægt að meðhöndla hænurnar skulu þær aflífaðar strax og einkenna verður vart með mannúðlegum hætti.
Verði kröfum ekki sinnt geti það á endanum leitt til þess að gripið verði til vörslusviptingar, sem sagt að fuglarnir verði teknir af eigandunum með lögregluvaldi. Dýralæknir sem tekur stöðu og kemur klukkan 10 á mótni og lítur yfir, hann hefur kannski skoðun á því að þurfa að taka út fugl, það getur vel verið að hann verið tekin út klukkutíma seinna. Það getur vel verið að það sé umdeilanlegt hvort að viðkomandi fugl hafi átt að vera tekin út degi áður og annað. Það getur verið að sé eðli okkar eða einstakra starfsmanna vonast til þess að einhver fugl kannski braggist og annað og komist á legg, þurfa að setja í sjúkrastíu eða eitthvað slíkt, þannig að þetta, það getur verið skipta skoðun þetta, en þetta vildum ekki deila öðru leyti en þau, við bara breyttum vinnubrögð og hertum á þessu. Í andmælabréfi rúmlega viku síðar lofa Brúnegg svo úrbótum á loftræstingu þegar næst verði skipt fuglahóp og þá verði líka bólusett gegn fuglakóleru. Tímafrekt hafi reynst að fá bóluefni. Þá lofað ýmsum betrumbótum á húsakosti, meindýravörnum og fleira. Þrengslin segir: Við teljum þéttleika upp á 12 hænur per fermetra vera í lagi á búinu eins og það búið með fjölda varppreiðra og öðrum innréttingum í varphólfunum. 12 hænur á fermetra eru 50% fleiri en hámarkið var í vistvænu reglugerðinni. Okkar starfsfólk taldi að það væri verið að blekkja neytendur vegna þess að þeir uppfylltu ekki kröfurnar. Ef við skoðum eftirlitsskýrslur aftur í tíman, þá get ég ekki séð það að fjöldi fugla hafi nokkuð tíman verið í samræmi við kröfur í reglugerðum vistvæna landbúnaðarframleiðslu. Síðla árs 2013 sendi dýralæknir alifuglasjúkdóma hjá Matvælastofnun formanni Búnaðarsambands Kjalarnesþings tölvupóst. Í bréfi dýralæknis alifuglasjúkdóma kemur fram að hænsnahald hjá Brúneggjum uppfylli ekki kröfur vistvæna framleiðslu. Svo segir: Þar sem Matvælastofnun vill tryggja að neytendur sé ekki blekktir, vill hún upplýsa ykkur þessa vitneskju og biður ykkur að ganga í málið. Við vorum oft með í kringum kannski 9 til 10, 11 fugla per fermeter og voru þá að horfa til þess að það væri gott rými og annað, þar sem að í venjulegum búrum eru kannski 17 til 18 fuglar per fermeter. Okkur fannst það vera vel á og kannski má segja að menn hafi gengið á lagið vegna þess að það var ekki nógu gott eftirlit með því. Þú nefnir tölur upp í 11 en svo sjást líka tölur þarna 13 og jafnvel upp í 16 fugla á fermetra. Já, það nú skrítið ef að það en það á ekki að vera. Félluð í einhverja freistingu að því leita því að það var ekkert eftirlit að þá væri allt í lagi að hafa kannski fleiri fugla í húsunum heldur en að... Já, það má vel vera. Það má vel vera að svo hafi verið. Menn hafi kannski haft meira sjálfdæmi það, hvað væri gott og eðlilegt, sem sagt, vanandi fjölda fugla per fermeter. Það kann vel að vera, eins og dæmin hafa sýnt við eftirlit. Þetta hefur hins vegar breyst með velferðarreglugerðinni og ekki svona í dag og það mikilvægast að vita hvernig þetta nú búin að vera á þessu ári og menn ætla að halda svo áfram. En öll þessi ár, kölluðu þið einhvern tímann eftir því að það yrði meira eftirlit með þessu? Við köllum eftir og við náttúrulega gerðum það að við vorum bara fegnir því að Matvælastofnun kom inn með sterkara eftirlit en það tók ansi mörg ár. Sami dýralæknir sendi nokkru síðar í árslok 2013 Halldóri Runólfssyni, skrifstofustjóra í atvinnuvegaráðuneytinu, upplýsingar samskipti sín við Búnaðarsambandið með þessum orðum. Matvælastofnun telur að neytendur séu blekktir með merkingu eggja frá Brúneggjum ehf. Þrátt fyrir að Matvælastofnun hafi ekki eftirlit með vistvænni framleiðslu, þá kemur augljóslega fram í eftirlitsheimsóknum að kröfur sem gerðar eru ekki uppfylltar. Þess vegna vill Matvælastofnun bera erindið undir ráðuneytið. Hvernig skal halda áfram í málinu til að tryggja að neytendum séu veittar réttar upplýsingar með matvælum sem þeir kjósa að kaupa. Halldór svarar hæl og segir málið verða skoðað. Ný lög velferð dýra tóku gildi 1. janúar 2014. Lögin mörkuðu ekki hvað síst viðhorfsbreytingu, því með þeim í fyrsta skipti viðurkennt í lögum að dýr séu skynigætar verur sem hafi sjálfstæðan tilverurétt, óháð því hvernig þau nýtast manninum eða efnahagslegum ávinningi mannsins af þeim. Í kjölfarið voru gefnar út reglugerðir hinnar ýmsu greinar dýrahalds, en reglugerð velferð alifugla tók þó ekki gildi fyrr en rúmu ári síðar en lögin, í febrúar 2015. Færum okkur nú set.
Brúnek hafa ákveðið að færa út kvíarnar, enda seljast eggin ljómandi vel og fyrirtækið hefur skilað samfelldum hagnaði síðustu 5 ár. Keypt er jörð í Borgarfirði, Stafholtsveggir 2, þar sem framleiðsla hefst 2014. Í lok júní var farið á Stafholtsveggi til að taka út starfsemina. Þá var búið að taka í notkun 1 fuglahús af 3. Í ljós kemur að ástandið er óviðunandi. Þarna eru tæplega 13 fuglar á fermetra. Athygli vekur að sérstaklega er bent á að það séu 60% fleiri fuglar í húsinu en megi í vistvænni framleiðslu. Rúmu hálfu ári síðar í janúar 2015 er búið að taka öll 3 húsin á Stafholtsveggjum í notkun og ástandið hefur versnað. Nú lætur héraðsdýralæknir í fyrsta skipti ljósmyndir fylgja með skýrslunni. Of margir fuglar í húsunum, of lítið pláss er við fóðurlínur, mjög vont loft og undirburðurinn blautur í 2 húsum. Í skýrslunni segir að of mikið sé horaðar hænur. Nokkrir fuglar sem hafi legið hreyfingarlausir á gólfinu hafi farið að drekka og éta þegar skoðunarmenn settu þá upp á pall. Fiðurhamur á fuglum í húsi 10 er orðinn ljótur. Að öllum líkindum má rekja þetta til streitu vegna of mikils þéttleika, skorts á plássi við fóðurlínu og vöntun á undirburði til að baða sig í. Það má vel vera að við hefum getað gert betur, en ég segi bara það að þetta var lagað og ef það er raki í húsum yfir vetrartíma og annað þá getur undirburð á köflum. Það getur komið líka leki í vasskerfi og annað og stundum er það þannig að það er erfitt að skipta blautan undirburð en menn þurfa að vera bara duglegir að setja spæni og hafa þetta í lagi. En var það ekki einmitt lykilatriði því hvers vegna aðstæðurnar voru til dæmis svona með undirburðina? Það voru hreinlega of margir fuglar í húsunum. Það má vera, það munar ekki svo miklu í því og það er kannski ekki aðalrót vandans. En hver er rót vandans? Já, rót vandans er svo að það þarf bara nógu ört að setja spænir og þurrka upp ef það er blautt rými. Það er ekkert öðruvísi. Í skýrslunni segir líka: í húsi 12 voru 13,4 hænur á fermetra. Þær voru settar í hús fyrir 10 dögum og voru lokaðir upp á palli, þannig að raunþéttleiki var 24,4 hænur per fermetra aðgengilegs svæðis, sem er óásættanlegt með öllu. Það er þekkt meðal eggjaframleiðenda að loka hænur tímabundið upp á palli til að kenna þeim að nota fóðurtrógin og drykkjarbollana. En eins og segir í skýrslunni er þá miðað við að fuglarnir séu ekki fleiri en 9 á fermetra þegar allt er opið. Fuglarnir hafa verið í þessum þéttleika í 10 daga og tjáði framkvæmdastjóri að ætlunin væri að halda hænunum þar í 7 til 10 daga til viðbótar. Eftir allt þetta fermetratal er kannski rétt að reyna að setja þetta í samhengi. Þessi kassi er 1 fermetri að flatarmáli og við skulum setja nokkrar hænur í hann til að sjá hvernig fer þær. Þessar hænur er úr húsdýragarðinum og voru undir eftirliti dýrahirða garðsins á meðan upptökur fóru fram. Þetta eru reyndar landnámshænur sem eru að jafnaði aðeins minni en varphænurnar og það er jafnvel rýmra þessar hænur en varphænurnar sem hér eru til umfjöllunar. Svona líta 8 hænur á fermetra út. Þetta er það sem taldist vistvænt. Og þetta eru 9 hænur sem er í dag hámark í varphænsnahaldi eftir að reglugerð velferð alifugla tók gildi í febrúar 2015. Við ætlum ekki að troða fleiri hænum ofan í fermetrakassan. En með tölvutækninni má ímynda sér ástandið þegar 13 hænur er á fermetra eins og Stafholtsveggjum í janúar 2015, hvað þá 24 eins og þegar þær voru lokaðir upp á pallinum. Nú gætu menn haldið að þetta hefði verið byrjunar örðuleikar. Verið var að koma húsunum í stand og koma framleiðslunni af stað. Sú var þó ekki raunin. Þrátt fyrir eftirlitsferðir og kröfur úrbætur fram eftir árið 2015 gerðist lítið sem ekkert á Stafholtsveggjum. Mér var ekki vel við vegna þess að þarna virðist í rauninni ástandið mjög fljótlega að fara í svipað horf og höfum verið að glíma við fram að þessu. Auðvitað verður maður fyrir vonbrigðum að þegar maður er búinn að hafa virkilt eftirlit og tilkynna mönnum að þeim beri að verða við kröfum úrbætur, að þá verður ekki við því og að auki að halda áfram á nýjum stað að í rauninni að taka málin ekki alvarlega. Í júlí 2015 sendir Matvælastofnun Brúnekjum bréf og krefst úrbóta á Stafholtsveggjum. Því er ekki svarað og í ágúst er sent annað bréf og minnt á að dýravelferðarlögin heimila Matvælastofnun að svipta umráðamenn dýra vörslu þeirra ef fyrirmælum er ekki sinnt innan tilgreinds frests. Frestur til að bæta úr öllum frávikum er veittur til 10. september. Ef ekki hefði komið til verkfalls háskólamanna á árinu 2015
þá allar líkur á því að við höfum gripið fyrr til aðgerða og farið þvingunarúrræði. Fresturinn líður og engin andmæli berast. Í kjölfarið hefst atburðarás sem á sér líklega enga hliðstæðu á íslensku stórbúi. 7. október 2015, tæpum mánuði eftir að frestur til úrbóta rann út, farið í eftirlitsferð á Stafholtsveggi. Sérstaklega tekið fram í skýrslunni að eftirlitið hafi verið óboðað. Þá kom í ljós að lítið sem ekkert var búið að gera til að bæta aðstæður fuglana. Þvert á móti hafði ástandið versnað. Lítum fyrst á matvælaþáttinn. Haft eftir starfsmönnum búsins að þeir setji músaeitur á gólfið í forrými þar sem egg eru geymt, meira og minna óvarin, og að eitrinu sé spúlað burt með vatni. Eftirlitsmennirnir segja að með þessu verklagi sé mikil hætta á að yfirborð eggja mengist með músaeitri. Dauð mús fannst í rými þar sem opið milli forrýmis og varphús. Þar voru líka lirfur á gólfinu. Þetta var frammi, en ljótari var aðkoman inni hjá hænunum. Fuglarnir voru drulluskítugir, allt of margir og sumir orðnir meira og minna fiðurlausir. Alltaf 90% fleiri fuglar voru í húsunum en mátti í vistvænni framleiðslu. Ástand á fiðurham á að minnsta kosti 95% fuglana í öllum húsum sagt slæmt eða mjög slæmt. Slæman fiðurham rekja til skorts á fóðurlínu og of mikils þéttleika, blauts undirburðar og almennra vanþrifa, meðal annars vegna vonds lofts. Í öllum húsum undirburður sagður víða þéttur og á köflum blautur og fullnægi engan veginn kröfum að hænurnar geti sandbaðað sig og haldið sér hreinum. Margar hænur séu með óhreina fætur vegna bleitu. Þessar 3 hænur höfðu fest sig milli spýtna í palli en náðu þó að losa sig. Sumstaðar var loftið það ammoníaksmettað að dýralæknarnir áttu erfitt með að anda. Dýralæknar Matvælastofnunar tóku atferli hænanna þennan dag upp á myndband. Í skýrslunni segir að þær hafi verið daufar og ekki sýnt eðlilegt atferli. Þetta myndband sýnir fugl sem ekki í góðu standi. Maður sér þarna fjaðurhannum að hann ansi rýr og þær eru skítugar og auk þess sem að þarna er komin skítur ansi hátt upp á slötunum sem á ekki að vera. Því skítur ná að hrynja þar niður í þessa dritgeymslu sem þær eru undir. Síðan virðist gólfið, þetta var alveg fastur massi og hefur hlaðist upp. Það sé augljóst að þessum dýrum líður ekki vel. Hvernig finnst þér sem dýralækni að sjá svona farið með dýr? Alltaf þegar það farið illa með dýr, þá líður mér ekki vel. Alls voru frávikin 21 talsins vegna velferðar dýra og matvælaframleiðslu, þar af 9 alvarleg. Þetta virðist vera kornið sem fyllir mælinn. 16 mánuðum eftir fyrstu eftirlitsferð að Stafholtsveggjum. 15. október brúneggjum sent bréf með yfirskriftinni Stöðvun starfsemi Stafholtsveggir. Matvælastofnun hyggst með vísan til 30. greinar laga matvæli stöðva starfsemina þar til úrbætur hafi verið gerðar. Á meðan starfsemin yrði stöðvuð yrði óheimilt að markaðssetja afurðir frá búinu. Matvælastofnun hyggst jafnframt fara í vörslusviptingu á öllum þeim fuglum sem búa við ófullnægjandi aðbúnað. Fram kemur að hænunum verði væntanlega fargað. Eðli málsins samkvæmt samdægurs gerð sama krafa á Teigi, enda hefur lítið breyst þar á þessum tíma. Í skoðunarskýrslu frá Teigi í apríl 2015 segir að sést hafi merki einkenni sem bent geti til fuglakóleru, bólgin augu og bólgnir fætur. Á skoðunardegi lágu dauðir fuglar víða í húsunum á Teigi, sumir uppþornaðir og á kafi í skít. Einnig voru sumstaðar hálfdauðir eða veikir fuglar. Það má vera þessi yfirsjón eitthvað, stundum það þannig að hænur geta kroppa spæni og annað og skít yfir aðrar hænur, þannig þær kannski finnast ekki ef svo slíkt getur komið fyrir í þessu og það má vera í einhverjum tilfellum hafi slíkt sem sagt verið á þessum tíma og það var bara brugðist við því og hert á eftirliti. Þannig að þið hafið alltaf sinnt því að fara í húsin reglulega og flytja eftir fuglum? Það alltaf farið lágmark 3 ár í húsinu og annað, mönnum getur yfirsest, það bara þannig. Sumarið 2015 fuglakólera staðfest enn á ný á Teigi. Allt of margir fuglar í húsunum, 19,9 á fermetra það sem mest og það drittbjalla og músagangur allt. Forsvarsmenn brúneggja bregðast loks við og segjast allir að vilja gerðir til að bæta úr málum. Ekki eigi að þurfa að koma til vörslusviptingar. Brúnegg EHF hefur ekki tekið nægilegt tillit til athugasemda og frávika í eftirlitsskýrslu MAST og ekki seinna vænna en að laga þessi mál.
Þannig vildi til að einmitt á þessum tíma ákvað atvinnuvegaráðuneytið að hætta að bjóða íslenskum framleiðendum að nota merki vistvæna landbúnaðarafurð, meðal annars vegna þess að ekkert eftirlit var með því hvort reglugerðinni væri fylgt. Kastljós fjallaði þetta 7. október í fyrra. Við hjá Neytendasamtökunum höfum áhyggjur af því að það sé verið að blekkja neytendur með þessum vistvænu merkingum. Þessi egg eru með merkingunni, vistvæn merking, þau eru dýrari en þessi hér, en það ekkert sem segir okkur að þau séu eitthvað frábrugðið. Við verðum bara að treysta framleiðendunum. Og auðvitað á ríkisvaldið ekki að standa fyrir einhverri opinberri merkingu öðruvísi en að það standi eitthvað á bakvið hana. Kanntu skýringar á því? Af hverju það hefur ekki verið eftirlit með ræktun af þessu tagi? Nei, ég kann það eiginlega ekki. Hvað gerðist á síðustu 10-15 árum get ég ekki alveg verið fullvissum og við vitum það í sjálfu sér ekki. Eftir þessa umfjöllun setti Kristinn Gylfi hjá Brúneggjum sig í samband við Kastljós og var síðan rætt við hann í kjölfar umfjöllunar þessa skrýtnu merkingu þar sem ekkert eftirlit lá að baki. Það eru 8-9 hænur á fermeter í gólfplássi þar sem eru vistvænar hænur. Þetta viðtal var tekið 2 dögum áður en Matvælastofnun hótaði að taka fuglana af Brúneggjum á báðum eggjabúunum vegna ítrekkaðra brota á dýravelferðarlögum. Það mjög miður að landbúnaðarráðuneytið og stjórnvöld skuli ekki hafa fylgt eftirliti með vistvænu reglugerðin og sérstaklega fyrir okkur í eggjaframleiðslunni sem við lagt mikla áherslu síðustu ár að bjóða vistvæn egg. Þá var hann spurður hvort það væri í raun ekki alveg marklaust að vera með vistvænar merkingar þegar ekkert eftirlit væri á bak við þær. Það má ekki vera að aðilar séu að merkja vöru sína með vistvæni vottun, vistvæn landbúnaðarafurð ef ekki reglulegt eftirlit á bak við það. Það birt viðtal við hann sama dag og við sendum fyrirtækinu bréf þar sem við erum að tilkynna stöðun og starfsemi. Og þetta lendir alltaf sama degi. Og það verða mjög sterk viðbrögð innan Matvælastofnunar vegna þess að þá erum við búin að vera að vinna í þessu máli í langan tíma og sérstaklega þeir sem hefðu þá verið að vinna í þessu eftirliti og gera kröfun úrbætur og það hafði ekki verið bætt úr, þá virkaði þetta náttúrulega mjög neikvætt. Það skal tekið fram að fréttamaður Kastljós hafði samband við Matvælastofnun þarna í október í fyrra og óskaði eftir upplýsingum Brúnegg, hvort nokkrar athugasemdir hefðu verið gerðar við starfsemi fyrirtækisins. Þær upplýsingar neitaði MAST að veita. Það væri ekki í samræmi við upplýsingastefnu stofnunarinnar. Einnig hafði fréttastofan svipað leyti óskað formlega eftir upplýsingum hvar alvarlegar athugasemdir hefðu verið gerðar við aðbúnað varphænsna, en fékk sömuleiðis neitun. Ég verð að segja það að með það sem sagt í þessu viðtali og á móti því sem við erum með í okkar eftirlitsskýrslum og þær ákvarðanir sem við vorum að taka á þessum tíma, að þá ekkert samræmi þarna á milli, því miður. En voru þá ekki enn ríkari ástæður akkurat þarna til þess að reyna að leita leiða til þess að upplýsa neytendur þetta? Ég get alveg fallist á það og þetta var rætt fram og tilbaka hjá stofnuninni og okkar niðurstaða var raunin að halda áfram með vörslusviptingamálið sem að hefði líklega orðið eitthvað stærsta mál sem að við hefðum nokkuð tíma átt við í dýravelferð ef að það hefði sem komið til í rauninni og leggja síðan áherslu á það að breyta okkur upplýsingastefnu og tryggja í rauninni að þetta kemur ekki upp aftur. Og það á þessu tíma erum við líka að ræða í rauninni bara hvernig við stöndum lögfræðilega með það að fara að upplýsa löggjöf sem ekki á okkar verksviði og þar að ekki búið að fella úr gildi. Það var óvissa hjá okkur hvernig við ættum að ganga fram. Nú í apríl ákváðu stjórnendur Matvælastofnunar síðan að breyta upplýsingarstefnu sinni. Allt í einu var hægt að fá aðgang að eftirlitsskýrslum og öðrum gögnum væri eftir því leitað. Reglugerðin vistvæna landbúnaðarframleiðslu var felld niður 1. nóvember 2015. Skoðum nú hvað gerðist í framhaldinu. Þrátt fyrir yfirlýstan samstarfsvilja dugðu andmæli Brúneggja ekki til, enda fresturinn til úrbóta löngu liðinn. Loforðum úrbætur á tilteknum atriðum geta ekki haft áhrif á ákvörðun Matvælastofnunar þar sem málið snýst að úrbótum átt að ljúka fyrir frestinn 10. september og var eftirlitið 7. október 2015 gagngert framkvæmt til að taka út þær úrbætur. 2. nóvember 2015 tók Matvælastofnun því endanlega ákvörðun.
Tafarlaust bann var sett við dreifingu afurða frá Brúneggjum ehf. Bæði á Stafholtsveggjum og Teigi og vörslusviptingu fuglana á báðum búunum. Með öðrum orðum, nú skildi loka fyrirtækinu nánast í heilu lagi. Vörslusviptingin gæti þó ekki farið fram fyrir 13. nóvember vegna umfangs aðgerðarinnar. Í bréfinu segir einnig: við merkingar afurða og markaðssetningu frá Brúneggjum ehf. Því haldið fram, svo sem á umbúðum, að velferð hænsna sé höfð að leiðarljósi. Í 11. grein laga matvæli segir að óheimilt sé að hafa matvæli á boðstólum eða dreifa þeim þannig að þau blekki kaupanda. Þarna er svo forsvarsmenn Brúneggja ranki við sér og gerir sér grein fyrir því að þetta er dauðans alvara. Þeir standa frammi fyrir því að það hefur verið að loka fyrirtækinu. Aðeins 2 dögum seinna, 4. nóvember, svara þeir MAST á ný og lofa bót og betrun. Þegar verði byrjað að fækka fuglum og fóðurlínum verði fjölgað og fram kemur að matvælaöryggi hafi verið eflt og meindýravarnir bættar. Einnig tekið fram að Brúnegg ætla að fara yfir merkingar og umbúðum. Finnst þér í alvörunni að þessar merkingar hafi gefið neytendum rétta mynd af aðbúnaði dýranna? Já, það finnst okkur í allflestum tilfellum. Og texta umbúða hefur verið breytt. Það þarf langan aðdraganda, við áttum framleiða umbúðir erlendis frá og það töluverðan aðdraganda til þess að breyta texta og annað. Þú þarft að eiga ákveðið fram í tíman og umbúðum og fleira. Það var farið í þessa vinnu og Matvælastofnun var upplýst um það. Við stöðum dreifingu eggja í nokkra daga í byrjun þessa máls. Það var minniháttar þáttur í þessari aðgerð og raun og veru var þeirri ákvörðun aflétt mjög fljótlega og það var vegna þess að fyrirtæki hafi gert úrbætur og stóra máli í þessu að okkar mati var dýravelferðarþátturinn og vörslusviptingin. Nú rann upp 13. nóvember, dagurinn sem taka átti hænurnar af eigendunum. Það kom hins vegar aldrei til þess því Matvælastofnun ákvað þann dag að fresta aðgerðunum til 18. nóvember þar sem forsvarsmenn Brúneggja hefðu sýnt fram á að þeir væru þegar byrjaðir að fækka fuglunum. 18. nóvember farið í úttekt á Stafholtsveggi. Í skýrslunni kemur fram að ekki sé staðfest að gefinn hafi verið upp réttur fjöldi fugla sem hafi verið aflífaður vegna kröfu fækkun fugla í húsi 12. Samt ákveður Matvælastofnun 27. nóvember að falla frá vörslusviptingunni. Hvers vegna fengu þeir þetta út þá? Já, ég kann ekki að segja það. Við bara sýndum fram á tölur það og það stemdi allt eins og við lögðum upp með og lögðum fram. Það er bara einhver misskilningi byggt. Auðvitað eru þarna ýmis skekkjumörk, þannig að það var talið á þessum tímapunkti að fækkunin hefði verið það mikil og þó það myndi ekki, við varum ekki alveg örugg, að þá væri það ásættanlegt að falla frá þessu þyngsta úrræði sem við höfum og fara yfir í dagsektir því að öll frávik voru ekki uppfyllt á þessum tíma. Forsvarsmenn Brúneggja voru ósáttir við dagsektirnar, fannst kröfurnar ósanngjarnar og meðalhófs ekki gætt. Það væri til dæmis þegar búið að panta fleiri fóðurlínur og verið að vinna í betri loftræstingu. Hænurnar hefðu það gott. Upprennur árið 2016. Eftir eftirlitsferð 7. janúar ástandið metið svo að bætt hafi verið úr eða verið sé að bæta úr 4 af 6 atriðum sem út af standa, svo dagsektirnar eru lækkaðar. Framkemur einnig að tölurnar á búinu stemma ekki. Hvað þýðir það? Skráningar á varpi sýna að hænurnar í húsi 12 verpa fleiri eggjum en þeim á að vera mögulegt. Matvælastofnun því ekki vissum að uppgefin fjöldi fugla sé réttur. Hænurnar skila af sér á bilinu 30 til 39% fleiri eggjum en viðmiðunartölur frá þýska framleiðandanum gera ráð fyrir. Rekstraraðili gat ekki gefið neinar skýringar. Aðspurður hvort líkleg skýring sé að í húsi 12 séu fleiri hænur en skráð, gat rekstraraðili ekki svarað. Að auki bent á að fiðurhamur hænsnanna í húsi 12 sé mikið skemmdur, fjaðrir á vangjum séu mikið til brotnar og flestar hænur séu fiðurlausar á stórum svæðum. Mat á ástandi fuglanna styðji það að skortur og aðbúnaði hafi áhrif á vellíðan fugla. Í bréfi MAST til Brúneggja segir: í stað þess að bæta úr þeim frávikum sem Matvælastofnun setur út á, færir fyrirtækið vandamálin til innan fyrirtækisins. Þannig eru fuglar fluttir úr húsi 10 og yfir í húsi 11, þar sem fyrir annar hópur fugla. Kjarni málsins að fuglinn sem áður var í húsi 10 fær enn ekki viðunandi aðbúnað. Matvælastofnun ákvað að hætta við vörslusviptingu einmitt vegna þess að forsvarsmenn Brúneggja settu fram skýra áætlun úrbætur. En það var ekki fyrr en Matvælastofnun hafði beitt fyrirtækið þvingunaraðgerðum,
dagsektum í heila 77 daga. Að aðbúnaðurinn var komin í það gott horf á Stafholtsveggjum að stofnunin sá sér fært að hætta sérstakri eftirfylgni með ástandinu þar. Sektirnar námu samtals 2,6 milljónum króna. Hvað fannst þér þá aðgerð? Mér fannst það nokkuð hart vegna þess að þetta snerist það að við þurftum að uppfylla ákvæði að hafa nægilegar fóðurrennur og vegna þess að hænurnar fara ekki allar í fóðrið í einu, heldur hafa aðgang á fóðri allan daginn, þá reynir aldrei á þetta, en Matvælastofnun vildi ekki gefa það eftir og lagði okkur dagsettir í nokkra daga til þess að á meðan að við vorum að fá erlendis frá nýtt kerfi. Okkur fannst það nokkuð hart, en við undum því. Lítur virkilega á það þannig að þetta sé bara eðlilegt ferli, kröfur sem eru settar fram og svo þið bæti úr þeim? Nei, málið það voru deildar meiningar ákveðna hluti, eins og til dæmis eitt, hvort að framleiðendur gæti lokið að framleiða úr þeim hópum sem voru starfandi þegar að reglugerðin tók gildi. Matvælastofnun leit ekki svo á og kröfðust þess að við myndum gangi breytingar og það gerðum við. Og Matvælastofnun sýndi fram á hún hefði úrræði til þess að knýja fram breytingar. Það var nýlunda og það var bara gott að sjá það og það var brugðist við í tíma. Þegar að kemur fram árið 2015, þegar að ný reglugerð velferð alifugla komin, þá veit fyrirtækið löngu fyrirfram við hverjum að búast. Og þá förum við auðvitað að beita þessum nýju reglum sem að í sjálfur sér gerðu kröfu það að fugli yrði fækkað verulega á búinu. Síðustu skoðunarskýrslur frá Stafholtsveggjum eru frá því nú í lok september. Á búinu sjást fuglar sem nærast ekki og get ekki komist í vatn eða fóður, líka fuglar með goggáverka og brotin gogg og þeim þarf að sinna, segja dýralæknarnir. Við erum með hólf það sem kannski 1000 fugla og það þarf að gæta, það getur vel verið að það þarf að gæta vel að því að skoða hver einstakur fugl hafið og ég tel að það eftir sé til staðar hjá okkur. Við þurfum að endurnýja loftræsti tæki í einu af húsunum okkar upp á Stafholtsveggjum. Það verður gert núna í febrúar. Þannig ég tel að þetta séu smávægileg frávik og í rekstri þá stöðugt verið að endurskoða hluti og annað og það er bara gott að eftirlit sé til staðar. Þetta smávægileg atriði tel ég sem að menn leysa. En stemma ekki tölur varp við uppgefin fjölda fugla í húsunum. Þetta eru óeðlilegar tölur sem standast ekki framleiðsluhæfni fuglana. Það því miður að þarna eru grunur að þarna sé ennþá of margt en ekki líkingu við það sem við vorum að berast við í fyrra. Er það rétt? Eru fleiri fuglar í húsunum en fleiri? Nei. Þetta hljóta hafi verið eitthvað mistök í skráningu eða eitthvað slíkt. Annaðhvort að fjölda fugla eða þá fjölda eggja þann dag, það ekki. Eftir að nýju lögin tók í gildi, að því að reglugerðin tekur gildi árið seinna, að þá höfum við heimsótt 2/3 af öllum alifuglabúum í Íslandi sem við höfum heimsótt 41 bú og þar af eru það 11 eggjabú sem við höfum heimsótt af 13. Það verður að segjast eins og að það ekkert bú í líkingu við brúnegg, víða pottur brotin en ekki þessum mæli. Kemur það þér á óvart að þitt bú hafi fengið mun fleiri og alvarlegri athugasemdir heldur en önnur eggjabú? Nei, það kemur okkur ekki óvart. Við erum fyrsta lagi nokkuð stórir framleiðendur og við erum í töluvert af gömlum húsum sem hefur erfitt að eiga við og eru núna kannski komast úr framleiðslu hjá okkur. Þannig að það kemur okkur ekkert sérstaklega óvart. En af því að þið eru að markaðsetja ykkar vöru sem vistvæna og að velferð dýranna sé sérstaklega höfð að leiðarljósi, hefðu þið ekki einmitt átt að fá færri athugasemdir heldur en aðrir? Já, það má vel vera, en málið það, þessi atriði snúi ekkert öll endalega velferð. Ég tel að velferð okkar hænsna og annað hafi verið með ágætum og afurðasemi einnig, þrátt fyrir að vera kannski í eldri húsum. Þannig ég tek ekki undir það og við stöndum við það að hafa haft almennt hluti hjá okkur í lagi þó að það hafi verið frávik sem við höfum orðið að bregðast við. Það allt annað ástand á búinu núna en var fyrir árið síðan. Það bara svart og hvítt. Hvað þurftu þið að slátra mörgum fuglum til þess að koma til móts við kröfur Matvælastofnunar í fyrra? Ég man ekki þær tölur. Við gátum fært til fugla vegna endurnýjara húsum og annað. Þannig að það mátti leysa það. Það var ekki stórvægilegt. Það var fækkað 14.000 fugla.
Þetta var nánast, ég held að það veri 45% fækkun í heildina. Aðgerðum gegn brúneggjum ekki lokið. Við erum ennþá með fyrirtækið ég ætla nú ekki að segja gjörgæslu, en við erum að fylgjast mjög vel með því. Ég held að það sé ekki auðvelt að finna fordæmi í okkar störfum og ef að rekstraraðilinn hefði til dæmis ekki brugðist við okkar kröfugerð þegar að við förum í vörslusviptingaraðgerð, þá ég sannfærður að þetta hefði orðið eitt langstærsta mál sem að Matvælastofnun hefur nokkuð tíma farið í. Það kemur virkilega á óvart að menn skuli ekki bregðast við kröfum Múrpötu sem að opinber stofnun gerir á það, heldur gefi sér ekki fyrir í fullan hnefana þegar á að fara að beita hörðustu þvingunum sem að til eru. Hvernig finnst þér Matvælastofnun hafa gengið fram í eitthvað málum? Mér finnst Matvælastofnun hafa gengið bara hart og ákveðið, en líka af sanngirni, og það má segja að hafi verið kannski uppsöfnuð þörf til þess að grundvelli velferðarreglugerðarinnar, þá ekki bara bæði við málafugla, þá líka við svínin og fleiri greinar. Þannig ég held að bara hlutinni séu að mörg leyti mjög góður í leið þar. Við kvörtum ekki við því. Þannig að þú ert ekki reiður út í Matvælastofnun, hvernig gengið áfram? Nei, við getum verið ósammála ýmsa hluti. Þeir hafa loka ákvörðun, við höfum ekki neinar ákvarðanir, við höfum ekki kært til aðra stjórnsýslustigs, neinar ákvarðanir Matvælastofnunar. Heldur unnið úr þeim málum í samstarfi við þá og leyst málin. Þannig best að gera það. Eins og framkom fyrr í þættinum lét dýralæknir alifuglasjúkdóma hjá MAST atvinnuvegaráðuneytið vita 19. desember 2013 að brúnegg uppfylltu ekki skilyrði vistvænarvottunar, því Matvælastofnun vildi ekki að neytendur væru blekktir. Samkvæmt gögnum frá ráðuneytinu sendi Halldór Runólfsson skrifstofustjóri erindið á starfsmann ráðuneytisins samdægurs með þessum orðum. Bið þig að fronta þetta mál, fara ofan í saumana á lögum og reglugerðum þar af leiðandi og gera tillögu til mín hvað gera skuli í málinu. Síðan gerðist ekki neitt. Málið sofnaði þar og Matvælastofnun fékk aldrei svar við því hvernig stofnunin ætti að bera sig að til að tryggja rétt neytenda. Nú, tæplega 3 árum síðar, hefur hvorki Matvælastofnun né ráðuneytið upplýst almenningum þessar blekkingar. Við teljum það hafi ekki verið blekkjandi. Velferð dýra hefur verið að leiðarljósi hjá okkur alla tíð og það var kannski komið upp einstök tilfelli við kannski eldri hænur eða annað og skoðun dýralækna sem við höfum verið jafnvel sammála eða ekki sammála og við höfum brugðist við því. Neytendastofa kannaði fyrir Kastljós hvort þangað hefðu borist ábendingar mál brúneggja en ekkert fannst enda lét hvorki Matvælastofnun né ráðuneytið Neytendastofu vita. Neytendastofa þó sú ríkisstofnun sem sérstaklega ætlað að hafa eftirlit með markaðssetningu til neytenda og Neytendastofa hefur áður fjallað merkingar og umbúðum matvæla. Eftir á að hyggja þá hefði það kannski verið bara góð lausn til þess að fá umfjöllun máli vegna þess að við höfum allan tíman áhyggjur á því að það væri verið að blekkja neytendur og vorum að reyna að vísa málinu réttan farveg til þeirra sem höfðu þessa eftirlitsskyldu til ráðuneytisins sem fór með yfirstjórn mála. Kjarni málsins þessi. Matvælastofnun hefur frá árinu 2007 haft upplýsingar að Brúnegg ehf. Uppfylli ekki skilyrði fyrir vistvæna merkingu á vörur sínar. Neytendur voru aldrei látnir vita af þessu og þótt fréttamenn hafi í tvígang reynt að fá þetta upplýsingar í fyrra var þeim haldið leyndum. Telur Matvælastofnun þá að það sé ekki í hennar verkahring að tilkynna neytendum þegar verið að segja mósatt? Ég ekki þeirra skoðunar og vil aldrei halda því fram að það sé ekki okkar verksvið að tilkynna neytendum ef það augljóst að það hefur að svíkja þá. Var það ekki augljóst í þessu tilfelli? Já, ég hefði talið það fyrir þá eitt fyrirtæki. En við erum í rauninni að tala í rauninni kerfi sem að verið að nota af fjölmörgum fyrirtækjum. Ertu ósáttur við að Matvælastofnun hafi breytt upplýsingastefnu sinni svo að núna séu skýrslur dýravelferðarmál opinber gögn? Það spurning, þetta ég veit það ekki, fólk vil hafa allt opnara í dag og greiðar aðgang að upplýsingum. Þetta hins vegar viðkvæmar upplýsingar, það eftirlit í gangi og það spurning að ef eftirlit að virka og aðilar bregðast við því sem að frávik við innan þeirra tímamarka
að þá spurning hvort að slíkt eftirlit sem í gangi öllum framleiðsluðina á hverjum tíma sé upp á borðum til fjölmiðla á hverjum tíma. Það spurning og það verður hver að svara því fyrir sig. Samkvæmt lögum velferð dýra getur verið refsivert að vanrækja skyldur til að tryggja dýrum aðbúnað og góða umönnun. Eins og málið núna og í þeim farvegi sem málið þá höfum við ekki séð ástæðu til þess að fara að leita eftir liðsinni lögreglu með neinum hætti eða kæra málið til lögreglu. Brúnegg ætla að opna 3. varphænsnabúið að Brautarholti á Kjalarnesi. Við teljum aðstæður góðar á öllum okkar búum í dag og hér var það sérstaklega til fyrirmyndar í nýju húsi sem við erum að fá leyfi núna hjá Matvælastofnun þessa dagana og setja varphænur í á næstu dögum. Við munum hafa sérstakt eftirlit með þessu búi í ljósi sögunar vegna þess að það hefur gengið illa hjá þessu fyrirtæki að bregðast við þeim kröfum úrbætur sem við höfum gert til þeirra. Fyrir hvað stendur þetta vistvæna vörumerki í dag sem að þeir notið á pakkan hjá okkur? Neytendur geta treyst þessu verki vegna þess að það stendur fyrst og fremst fyrir eitt. Það stendur fyrir betri vist hænana að vera ekki þjappaðar saman 5-6 í lítið búr, standa á hænsnapriki, vistinni betri vegna þess að þær ganga gólf, fara í rykbað, sandbað, geta valið að fara inn í varpkassa og verpa eggjunum sínum. Þetta grundvallaratriði, þetta aðalatriði. En þessi lýsing þín á þessari góðu vist, hún samrýmist ekki alveg gögnum Matvælastofnunar og þeim myndum og myndböndum sem við höfum fengið aðgang að hjá Matvælastofnun. Sko það má vera að Matvælastofnun, eins og segi, hafi fundið tilfell sem ekki hafi verið í lagi. Við viðurkennum það og úr því var bætt. Það á ekki almennt við okkar starfsemi. Það bara alveg á hreinu af okkar hálfu. Búrahald á undanhaldi vegna þess að það talið, það slæmt fyrir hænurnar. Lausaganga mun betra fyrir dýrið ef það farið eftir öllum reglum sem þetta gilda. Varðandi lífræna ræktun sem vel skilgreint kerfi í löggjöfinni og það sem verð með óháðan vottunaraðila. Það í rauninni það eina kerfi í dag sem getur sagt að sé trúverðugt vegna þess að þar ertu með löggjöf, vottun og eftirlit. Þótt stóru framleiðendurnir séu óðum að færa sig úr búrhænuhaldi yfir í lausagöngu stór hluti þeirra eggja sem seldur á Íslandi ennþá frá búrhænum. Neytendur hafa því valum búrhænuegg, lausagönguegg eða lífræna framleiðslu. En hvernig eiga neytendur sem eru tilbúnir að greiða meira fyrir vöru af því hún vistvæn eða af því að dýrunum á að líða betur að taka upplýsta ákvörðun ef þeir hafi ekki aðgang að upplýsingum? Brúnegg hafa nú breytt merkingum á umbúðum eins og kom þarna fram. Það ekki lengur tekið fram að fyrirtækið hafi vistvæna vottun. Merki vistvæna landbúnaðarafurð þó enn á eggjabökkunum og enn segir að velferð dýra sé höfð að leiðarljósi í framleiðslunni. Við minnum á heimasíðu þáttarins kastljós.is en þar má finna hnappa til að senda öllum umsjónarmönnum skilaboð. Nánar verður fjallað þetta mál hér á RÚV síðar í kvöld og næstu daga. Verið sæl.